Magnússon réðist í það erfiða verkefni að klífa Everest. Í þættunum sem hér fer á eftir verður rætt við þá pilta sigurinn, erfiðið og aðstæður. Dagskrárgerð var í höndum Jóns Þórs Víglundssonar og þátturinn textar síða 888 í textavarpinu. Samskip. Niðurleiðin var erfið, uppleiðin var fín. Það var frábært ekkert að klára þetta. Nú fann ég að verða andtróðar og það veit ég. Þetta fyrsta skipti sem ég fer á fjall og segja jæja, loksins þá það búið, þá þarf ég að gera það aftur. Þetta fyrsta og eina skipti sem ég hef haft þessa tilfinningu. Mér alltaf langar að fara á fjall aftur, en þetta verður aldrei aftur. Ég var nú helviti ánægður með þetta, en á leiðin upp til að koma upp á Suðurnesið þá hugsaði mér líka með mér að þetta nú kannski myndi ekki andurtaka þetta í þessari ferð, það takist ekki. Þetta er náttúrulega búið að vera langur undirbúningur, við erum búin að vera hérna í hartnær 3 mánuði og þetta er búin að vera óteljandi skref og óteljandi ferðir upp og niður, aðlögunum fram og tilbaka. Við vorum átum vondið verið þetta gengi hérna í lokin, þannig að þetta kom okkur skemmtilega óvart og þetta var alveg frábært tilfinning. Við vorum búin að stefna að og dreymum í mörg ár. Loksins þegar maður nær að klára þetta, þá var þetta frábært tilfinning. Og maður er að ná takmarki, áralöngu takmarki, og það fyrst og fremst andleg ánægja sem maður fær út úr því að koma upp. Útsýnið kemur í kaupbæti. Ég held að ég væri nú að ýkja allverulega ef ég reyndi að halda því fram að maður hefði farið þarna upp með réttum leik. Þetta gríðarlega erfitt og maður á eftir að bera þess merki í nokkra mánuði. Það alveg öruggt mál. Ég ætla ekki að fara að gæta hér hverju ári, það er alveg á hreinu. Maður fer ekki trætt og gefið lík þegar þetta er hljóðlust. Ár eftir ár. Svo djúpt inn, djúpt og blása svo og blása nú og tæma betur og svo snöggt inn og fylla og anda svo eðlilega og fínt. Nú, við erum að fara að reyna að klífa Everest sem Mount Everest er hæsta fjall í heimi. Seinast klífum við fjallið Choyu sem er 8.200 metrar og nú stutt frá Everest og það er eitthvað sem dregur mann til fjalla og þeir sem hafa verið á fjöllum þeir þekkja þetta og mann líður vel þarna og það er mjög gaman að þessu að takast á. Þetta er vel að takast á við náttúruna og náttúruöflin og það er búin að vera draumur lengi og maður er að sjá hann rætast og nú er svona, ef maður segja svona status-check á þessu eða að kanna hvar við stöndum og á hvaða leið við erum og hvort að það þurfa að breyta eitthvað aðeins út af því æfingaprógramm sem við erum í eða hvort við séum á réttri leið með þetta. Næstarna mín er passið þarna. Já, það er svona gangu vel. Konungsríkið Nepal liggur milli Kína til norðurs og Indlands til söðurs. Það er eins og við höfum stigið nokkrar aldir aftur í tímann. Hér er handvagnin enn í fullu gildi og allstaðar sér maður fólk bera pinkla og pakka á baki sér. Þvotturinn er þveginn við næsta vatnshana því fæstir búa við rennandi vatn. Við þessar aðstæður býr nálægt 1 milljón manna. Allstaðar blasir fátæktinu við. Fyrir Vesturlandabúa er ekki síst framandi að kynnast hagkerfinu. Daglaun riksjóeiganda eru kannski 1000 krónur enda virðast margir hér að búa í farartæki sínu. Ég hjóla á. This break. Langflestir Nepalbúa eru hindúar eða búddistar og þó trúarbrögð séu uppbretta flestra deilna mannsins búa mismunandi trúarbrögð hér í sátt og samlyndi. Hindúar taka þátt í helgidögum búddista og öfugt.
Og hofinn koma á nokkru í stað almannatryggingakerfisins sem við þekkjum. Hér koma þeir sem ekki eiga til hnífs og skeiðar og taka til handragagns fórnir þeirra sem nóg eiga. Trúin gegnir mikilvægu hlutverki í menningu Nepalbúa. Víða má sjá svokallaða heilaga menn, þó hlutverk þeirra virðist aðalega að íhuga lífið og tilveruna. Og lífið endar hér eins og annar staðar. Hindúans hinsta ósk er að aska hans berist í ána Ganges og þetta er leiðin þangað. Það vekur athygli okkar hvað dauðinn virðist hversdagslegur í augum innfæddra. Ég fæ mig á alla til að gera þetta. Strákar! Very good scene. No problem, no fear. Kistan innan þín. Magic. Good scene. Er ekki nú kúla nú? En það er komin tími til að halda áfram. Við höfðum heyrt margar tröllasögur af flugvöllunum í Lukla og vorum því hálffegnir að ætlinu væri að fljúga þangað með þyrlu. Okkur þóttu svo þyrlunar hér í Nepal hálf undarlegar. En hvað það? Farangurinn okkar fór borð og vélinn í loftið. Fjöllin skildu sér bak við skýjahulu en örstutta stund stakk Everest kollinum upp úr. Það var engin lygi með þennan flugvöll. Aðflugið er utan í fjallslíð, flugbrautin liggur upp hlíðina og endar í klettabelti. Hér beið okkar leiðangurstjórinn Jón Tinker. Og uxar og burðarmenn voru til reiður til að flytja farangur okkar. Þessi náungar tóku svo sannarlega til hendinni. Hann er faðir ykkar. Bara að sveppa til að búin að bera. Hann göngur spúna mín á skíðastæðun allt saman í burtu. Gengum peysuna mína og allt. Ég bara... Þetta drasli var hérna kom fyrst. Já, það var tekið síðan sem sagt. Það var bara fyrir að ég var þá í buxum. Þessi jacketi var köngt og sín verið á 22 skónum. Framundan er 9 daga ganga upp í grunnbúðir og fyrsta spölinn fer Einar á vinnuskónum. Það eru svo slæmu göngur. Hér er landslægið fallegt og hrikalegt í senn. Snarbrattar hlíðar og báðar hendur, skógavaxnar og neðst í dalnum niður í jökuláin. Yfir hana og þverár þarf að fara þó nokkuð oft og sumar hengibrýrnar eru ekki fyrir loftræta. Við göngum í gegnum hvert þorpið af öðru og allstaðar eru miklar framkvæmdir. En hér eru enn við lýði aldagömmul vinnubrögð.
Eftir 2 daga göngu komum við í þorpið Namche Bazaar sem höfuðborg Khumbu héraðsins. Við erum núna komnir á heimaslóðir Sherpa í 3446 metra hæð yfir sjávarmáli. Það er óvægt að segja að bæjarstæði sé sérstakt, eins konar skál í brattri hlíðinni. Sherpar leggja mikið upp úr menntun barna sinna og í þennan litla skóla ganga öll börn þorpsins. Skólinn er hvorki stór, né vel búinn kennslutækjum, en sinnir þó þeim grunni að kenna börnunum að lesa, skrifa og reikna. Það er hætt við að mörgum kennaranum heima á Íslandi þætti þetta lítil skólastofa. Við sjáum nú í fyrsta sinn vel til Everest. Þetta pík upp í næstu 7000 metrar hæð, sko. Við erum að horfa hér, sirka, sko. Þá er þessi tindur þar upp, þannig að ég held þetta sé annarkvort hérna. Já, fyrir fjallamenn er þetta sannarlega himnaríki á jörð. Það er greinilega mikill uppgangur í héraðinu. Allstaðar mætum við burðarmönnum með timburbúnt á bakinu og Hallgrímur mátti til með að reyna við eitt. Þetta er algengasti flutningsmátin hér slóðir. Hér munum væntanlega aldrei sjást sendibíl. Var þetta ekki bara léttverk og lögumálegt? Jú, þetta var allt í lagi. Ég myndi ekki vilja bera þetta mikið lengra en ég gerði. Namche var áður fyrir mikill verslunarstaður, þar sem mættust kaupmenn, annars vegar með korn af grösugu láglendi Nepals og hins vegar salt af hásléttum Tíbets. Þó saltvegurinn sé löngu aflagður er hér enn mikil verslun. Á laugardögum er stór markaður sem þorpið reyndar dreigur nafn sitt að fluta af. Hér er allt milli himins og jarðar á boðstólum. Við yfirgefum Namche og höldum áfram. Hér hefur kynslóð eftir kynslóð fetað sig milli þorpanna með byrðar sínar. Burðarmennirnir okkar þramma eins og ekkert sé með 60 kíló á bakinu og eftir töltum við með létta dagpoka. En við verðum líka að spara kraftana til að aðlagast hæðinni sem best. Á 4. degi erum við komnir upp fyrir snjólínu. Við höfðum áður býsnast svolítið yfir lélugum fótabúnaði burðarmannanna, en nú tekur steinin úr. Nú eru sumir jafnvel skólausir. Við höfum nú verið á göngu í 5 daga og komum til þorpsins Dingboche í 4300 metra hæð. Það er komin tími til að hafa samband heim. Síminn er tengdur við tölvuna og beint til himins. Hátt yfir fjöllunum bíða gervinhettir eftir bréfunum okkar. En hérna ætlum við að hvíla okkur í 2 daga. Framundan er farið að glitta í fjallið Pumori. Við vitum að grunnbúðir eru þar nærri og sýnist í stutt eftir. Annars er það merkilegt hvað fjarlæga skynið brenglast hérna. Viðmiðið sem hugurinn á að venjast, litlu hólarnir heim á Íslandi, á bara ekki við hér í kringum þessa fjallarisa. Við erum myndir á að framundan eru hættulega slóðir. Sherparnir hafa reist hér minnisvarða þá fjarlæga sína sem týnt hafa lífi á Everest og fjöllunum í kring. Og loksins sjáum við til grunnbúða 2 dögum eftir við sáum fyrst til Pumori. 2 ári voru á haust, rúm á 2 mánuði í senn, er það rúmlega 400 manns sem búa sér heimili hér í þessari urð. Og það er í raun lygilegt. Búðirnar eru settar upp á jaðri Khumbu-skriðjökulsins, undir jökulruðuninum er þykkur ís og til að hafa sæmilega slétt undir tjöldunum þarf að höggva í hann palla.
Hér byggðu okkur þær fréttir að farangurinn sem við sendum að heiman, dún, svefnpokar og fleira, væri enn ekki kominn vegna stjórnarskipta sem töfðu tollafgreiðsluna. Við urðum því að sofa í sumarsvefnpokunum sem við notuðum á leiðinu upp eftir. Jakúsarnir fóru heim en okkar byggðu kaldar nætur. Það var þó nokkur huggun að geta farið í heita sturtu. One small piece fixed rope, like this. 2-3 big flat piece. Is that okay? Yeah. Otherwise we put some carrots or something. But this is for you and for me, okay? Same. Okay? No, I think it's okay. This is okay. So it's okay. Okay. So same for shop. Yeah, like that. Yeah. Okay, thank you. Sherparnir trúa því að í fjöllunum búi guðir og við þá verður að friðmælast áður en fjöllin eru klifin. Það gera þeir með helgiathöfn sem kölluð er pútja. Þeir reisa lítið altari, strengja bænaflögg yfir búðirnar, kyrja bænir og færa fórnir. En eitthvað virðast guðirnir listalausir. Svo við bara borðum þetta sjálfur. Það komið að fyrstu ferðinni upp Ísfallið. En Everest sýnir okkur strax hvers vegna svo margir láta lífið á þessari leið. Khumbu Ísfallið fyrsti og jafnframt einn erfiðasti faratálminn hér sunnan við fjallið. Ísfallið ber nafn með rentu. Jökullinn fellur úr mynni Vesturdals 700 til 800 metra og skríður hratt niður hlíðina það bil 1 metra á sólarhring. Á nóttunni þegar kólnar falla oft björg á stærðið margra hæða blokkir með tilheyrandi brunum. Hér leynast því hættur við hvert fótmál og augnabliki geta opnast hyldjúpar sprungur. Og það nóg af þeim. Sherparnir hafa lagt álstiga yfir þær stærstu og daglega þarf að huga að stigunum sem færast á stað vegna hreyfinga jökulsins. Þrátt fyrir tíð snjóflóð úr hlíðunum beggja vegna þetta hættuminnsta leiðin. Það venst í sennilega enginn að fara hér þrátt fyrir fjölmargar ferðir upp og niður. Og þó freistandi sé að staldra við og dást að umhverfi og útsýni, dettur það fáum í hug. Hér fara menn upp eins hratt og fæturnir bera þá. Komið upp Ísfallið opnast Vesturdalur sem liggur milli risanna 3, Nuptse, Lutse og Everest. Khumbu jökullinn skríður niður úr hlíðum Lutse og fyllir dalinn ís. Fyrstu búðir í mynni dalsins.
Menn eru hvíldinni fegnir, enda hefur líkaminn ekki aðlagast hæðinni, rúmlega 6.000 metrum yfir sjávarmáli. You guys are fit. Too much cod. En litlu mátti muna að þessi fyrsti áfangi á leiðin á tindinn yrði jafnframt svo síðasti þegar kviknaði í tjaldinu út frá Prímus. Hallgrímur bauðst þess að elda rétt kvöldsins og hafa grillað norðfest tjald að hættu húsins. En það flamberið með augnabrúnum. Þó menn gerðu grín að þessu eftir á, ekkert grín að standa úti á sokkalistunum í flughæð Fokkers í innanlandsflugi heima, 20 stiga frosti, búnaðurinn blautur og myrkur að skella á. Ég reyndi það minnst. Stíkur bara tíma að ná honum niður. Ég veit það, en það bara svo kom eldurinn. Ég mæli því, ég sá eldinn, snýri mig eitthvað við, meið tilbaka, þá komi eldhaf. Þá bara rétti og dúkki fyrir búið bara niður. Síðan spyntur Hallgrímur í gegn yfir eldinn, til að kæfa hann, og meðan svona velti sjálfna í mesta bólnu. Já, tóka minni, því eftir að sjá það þegar þið verði gamlir að þið nutið mikils að hafa með ykkur að fara nú. Búðir 2 liggja innst í dalnum undir snarbröttum hlíðum Everest á aðra höndina og Lhotse á hina. Fjallasýnin á varla nokkurn sinn líka í veröldinni og það erfitt að ímynda sér þó ógnarkrafta sem mótuð þetta landslag. Hér eru efri aðalbúðirnar á fjallinu og aðbúnaðurinn svipaður og niðri í grunnbúðum. Hér eru 2 kokkar sem dekra við leiðangusmenn í mat og þeim finnst ekkert tiltökumál að baka köku í 7000 metra hæð. En það er nauðsynlegt að fá góðan mat því hér getur biðin oft orðið löng og lítið við að vera. Auk þess þurfa menn að gæta þess að halda kröftum. Ég var með kjúklinginn. Þú varst með kjúklinginn, já. Ég ætla að umræða þetta aðeins. Ég ætla að smakka bífið, smakka kjúklinginn og ætla að fá það sem er betra. Það sullaði ekki bandormi, sjáðu þið? Já. Þetta er extra prótein. Og nokkuð heik. Aðrar búðir leika lykilhlutverk í hæðaraðleguninni. Menn feta sig ofar í fjallið, klífa milli búða og lækka sig síðan aftur til að hvílast. Í hverri ferði farið hærra, þar til líkaminn er tilbúin undir loka áfangana. Hér í grunnbúðum, í 5300 metra hæð við rætur Kumbúsbyggjökulsins, er styrkur súrefnis í andrúmsloftinu ekki nema bil helmingur af því sem hann er við sjávarmál. Þarna uppi, í þokunni á toppi Everest, er hann hins vegar ekki nema bil þriðjungur. Í miðjum hlíðum Lhotse kúra svo 3. búðir. Hér er brattinn svo mikill að ekki er ráðlegt að fara langt frá tjaldinu án þess að festa sig í línu. Fallið er rúmir 600 metrar. Það er greinilegt að hér er tjaldað ár eftir ár. Hærra fara menn ekki finnir loka allan verður gerð. En sérparnir hafa þó farið mörgum sinnum upp í Suðurskarð með tjöld, vistir og súrefni. Þeir klífa beint frá öðrum búðum upp í Suðurskarð, en jafnvel þeir sjást stundum ekki fyrir. Einn sérpi frá leiðangri Malasíumanna gleymdi að tengja sig öryggislínunni, féll niður snarbrata hlíðina eina 600-700 metra og lést samstundis. Þetta var fyrsta dauðsfallið á fjallinu þetta vorið, en ekki það síðasta. Það setti stórt strik í reikninginn þegar veirusýking kom upp í búðunum og íslenski hópurinn fór ekki varhluta af þessu frekar en aðrir. Það var því nóg að gera hjá lækninum. Þér hefur sem sagt liðið betur. Mér hefur örugglega liðið verr líka, en mér hefur örugglega liðið betur, já. Eitthvað tíma. So the problem is cough, is that right? Yeah. Are you coughing anything up? Yes, recent days. What colour? Lots of green stuff. Green. When are you going to hit him with a big needle? You know what? For the purposes of the film, I'll find the biggest needle I can. The fact that you're coughing up green sputum suggests that it's not just a virus, you've also got bacteria, so you need some antibiotics. Okay. Very common at altitude. But you're actually getting better, you're not as sick as the others.
Ég ekki sannfærður það að ég græði neitt á því að fara að hvíla mig í viku, koma hingað upp yfir, fara að drullast upp í búið 3 aftur til þess eins að þreyta mig alveg til andskotans og koma niður aftur, þurfa aftur viku í að jafna mig. Þannig að spurning hvort að geti verið vitið því að ég fari, ef við gefum okkur það að Bjössi bíði eftir þér og við bíðum það niður frá og við reynum að sameinast, að ég færi einhverjum 2 til 4 dögum undan ykkur og reyndi þá að eyða 1 aukanótt í búðum 2 eða búðum 3 eða 2 aukanóttum í búðum 2 og annarkot bíði þar eða komið þetta niður og hvíli mig í 2-3 daga. Ég held að það sé best að þú farir núna og láta þig batna og það er ekki mikið meira áhyggjur af þessi bíli. Þetta var hvernig taktíkina, sko. Ef þessi pest eða þessi helviti sýkingi hefði komið bara einu degi sérna, þá hefði ég verið ánægð með það að sofa eina nótt í búð 3 og búið. Já, þá verður... Þá myndi ég vera mjög afslappað með það að láta það duga sem aðlögun og fara ekki upp aftur. Í byrjun maí höfðu allir náð heilsunni, en þá voru veðurguðirnir önnur kafnir. Hálofta vindstrengunni sem lungan úr árinu næður tindi Everest sýndi ekki á sér neitt farasnið. En eftir því sem lengur var beðið, minnkuðu líkurnar á að einhver næði tindinum, hvað þá allir. We can't start ignoring this forecast, you know. Wednesday, we go up. What day is it today? Sunday. Sunday. Ég fann að segja svo hugur að við komum til að drýla stað á miðvikudaginn og... Þessi lagið þarna, innlandslagið virðist vera bara stöðugt. Mér finnst þetta líta þannig út að við séum vörgulega ekkert í góðri stöðu núna þó að við séum fyrstir til að fara upp. Alls ekki. Vegna þess að sko það virðist allt benda til þess að veðri skáli þegar fyrir að líða á. Og það bendir þá allt til þess að í rauninni verið þrýstingur á okkur að fara áður en að veðri verður nægilega gott. Við förum ekki 3 sko. Nei, en ég er að tala þá sem er farað í seinna hólunum skilur við ég er meiri séns. Það er tíkir búin að segja að það verði aldrei meiri en 2 hólf. Það er flottur að vera svo þjappa saman. Það gæti enda. Veðrið bitnar ekki síður á nágrannum okkar Malasíumönnunum sem ætla sér að vera með beinar útsendingar gervihnöpp frá toppnum. Og þessum áttur reyndar búast við. Bið ekki óþekkt hér í grunnbúðum og því reyna menn að gera sér lífið eins þægilegt og kostur dytta að búnaði sínum og slappa af. Hér hafa myndast nokkurs konar hverfi því hver leiðangur á sér sín ímynduðu landamæri og vinsælasta dagradvölin er að heimsækja veitingastaði í nágrannanna. Tilbreytingin í matargerðinni er kannski ekki mikil en félagsskapurinn er annar. Kokkarnir okkar töfra fram 3 máltíðir á dag, morgunverð, hádegismat og kvöldmat en gjarnan úr dós. I think with sort of 40 years of Everest expeditions they could lay tents flat. Yeah. Great job for navvies. I've done my best to sleep with everyone. I've slept with John, I've slept with Chris. I don't think I've slept with this Chris yet. Do I need to know this? I've slept with Hallie. Yes, there we go. Yeah. Yeah, you slept with me and you snored like bloody hell. I slept with Casey. I haven't slept with John yet. You did, you slept next. I slept with Hugo. You slept next to me down at... Oh yeah, well you gave me a punching. En nú ert þú Björn þunglyndasti maðurinn hér á svæðinu. Nei, ég er leiðasti maðurinn á svæðinu. Það er enginn búinn að hanga jafn lengi eins og ég. En ég held að vera svona tiltölulega sáttur við að hanga. Jú, þetta er ágætt. Ég kvarta ekki, ég kvarta aldrei. Það er svona kannski ekki að skemmtilegast það sem maður gerir sem það er að bíða. Hér er smækkuð heimsmynd. Rússar, indónesar, malasíumenn, svíjar og íslendingar svo fáir séu nefndir. Tjöldin kúra í urðinni í öllum regnbogans litum og skapa skemmtilega andstæði við grámiklu jökulurðarinnar. Það kemur skemmtilega óvart hver dýralífið er fjölbreytt. Lítið nagdýr sem sérparnir kalla músa,
hafði útbúið sér hreiður undir eldunartækjunum en flutti út rétt áður en við náðum að mynda það. Nokkru síðar fannst nýja heimilið og hafði nú fjölgað í fjölskyldunni. En hér má líka sjá rauðfingu og þennan hugrakka spörfugl sem sprangaði í ætisleit fyrir utan eldhústjaldið okkar. Krákan hér allsráðandi og hefur í raun mikilvægt hlutverk í umhverfisvernd. Sérbarnir hafa hlaðið litla þró þar sem öllum lífrænum úrgangi úr eldhúsinu hefur fleygt og þar taka krákurnar við og skilja ekkert eftir. Í kamartjaldinu tóku öllu lítil blá tunna sem þessir herramenn báru neðar í dalinn gegn greiðslu og eignarhaldi á tunnunni. 30 rupees a kilo. Wow, that's what it works out. En nú komið að kaflaskiptum. Leiðangurstjórinn Jón Tinker ákvað að allir skildu fara upp í aðrar búðir og bíða veðurs þar. Þar yrði hópurinn betur staðsettur þegar veðri batnaði. Taka átti daginn snemma til að komast á leiðarenda áður en sólin bakaði menn og hlíðar í Vesturdal. Vaknaði þú svona þegar hálf kalt eða eitthvað? Já. Það ekki mjög kalt úti. Og fjarr því reynd á hættu morgun. Ég átti 20 metri yfir, ég hafði ekki ráðum að koma með á hættu. Það fyrir 17 daga kvíld. Það var mjög sprækur. Hann hjá okkur byrni sko, hann vekur mig. Vekur hann þig? Já, ég þarf að lækka. Já. Það vissast alveg ekki. Við áttum sáttur undur stórt, ég var báður komið út að ég lendi. I woke up about 2 o'clock and I thought, oh, an hour to go. And next minute you were shouting at the tent. Já, ég get drífa hvort að sjá ljósið þeirra. Ég gerum það. Menn héldu nú á fjallið 2 dögum eftir að 5 manns fórust í aftakaveðri í norðurhlíðum þess og veðrið breyttist aftur til hins verra. Eins og hendi væri veifað brast á stormur og búðirna voru nánast foknar út í veður og vind. Það var því nóg að gera þennan morgun við að fella tjöld og fergja og koma í veg fyrir að matartjaldið færi fjandans til. Niðri í grunnbúðum tístigu áhyggjufullir Bandaríkjamenn. Whatever care you could take when putting rocks on the tent in such desperate conditions, I would greatly appreciate. Jason is here from the Canadian camp. He also says, do whatever you think is necessary. Rock the tents. Okay, we'll do that. The only problem with the big dome, I'm not sure we can handle it to take it down, but we'll see what we can do. Just rock it. And I'll take the video camera down, okay? Yeah. Yeah, they say they understand that. Do whatever you can. It's just the way it is, and it could be difficult. Sorry, you know, we're so helpless down here, but we really do appreciate it. Over. No problem, no problem. I can't see any people coming up to Qum at the moment, so they're probably waiting at Camp 1. Yeah, if it's as desperate as you say, and of course we believe that,
people can get knocked down from the force of the wind, and that's not safe. So let's just hope this abates and everything isn't wrecked there. Thank you for letting us use the radio. We'll come back in about it. Yeah, those guys are really great to go out there. We're big time for this. Yeah, thank you very much. We're gonna own them big time. Yeah. Eftir storminn blöstuðu afleiðingarnar við. Fallin tjöld og búnaður út allt. Það var þó láni og óláni að okkar leiðangur var á staðnum og náði að afstýra frekara tjóni. Aðri leiðangrar sem enn sátu niður í grunnbúðum voru ekki eins heppnir. En það kom að því að þolinmæði manna var á þrotum. Það er 18. maí og ekkert annað að gera en að blása á veðurspána og halda af stað. Einungis 12 dagar eru eftir til að reyna við toppinn. Takist það ekki nú, er ekkert annað að gera en að halda heim. Þegar komið var upp í Suðurskarð átti eftir að tjalda og koma fyrir þeim búnaði sem nota ætti kvöldið. Framundan er 18 til 20 tíma ganga á tindinn og tilbaka ef allt fer að óskum. Það eru þreyttir Íslendingar sem skríða í pokanum eftirmiddaginn til að hvíla sig fyrir átökin. Og heima á Íslandi bíða margir óþreyjufullir fregna af gangi mála. Og við höfum fengið beint samband við Björn Ólafsson sem er einn af þremenningunum sem núna eru að ganga á tindinn og það nýjasta er að þeir voru að snúa við. Björn, heyrðu í mér? Já, hver er ástæðan fyrir því að þið þurftu að snúa við? Já, við lögum að vísa veðri og við vonum til að skíðafæri myndi hækka en það var bara ekki verið. Við gengum í hlýð og sluttum við þá til 10-15 metrar og það var því að fröski. Það er því ekkert annað að gera en bíða í einn dag og reyna aftur. En það er líka loka tilraunin. Lengur er ekki hægt að bíða í þessari hæð. Líkaminn getur ekki unnið orku úr fæðunni, kraftur og þrek dvínar fljótt. Þetta hefur verið kallað dauðasvæðið. Það er þó hægt að litast örlítið á þessum hæsta ruslahög í heimi. Þarna ægir saman gömlum tjöldum og ekki síst notuðum súrefnisflöskum leiðangra fyrir ára. Töluvert hefur verið gert til að hreinsa til þarna, en það er dýrt og vart í mannlegu valdi. Flestir eiga nóg með sjálfan sig í þessari miklu hæð. Við lögum að staða rétt fyrir miðnætti og það var mjög hvasst. Það var svo hvasst að vindurinn feykti okkur koll. Nú eftir að hafa klifrað alla nóttina í myrkri og slæmi veðri að þá skánaði veðrið mjög þegar að leið á daginn og þá opnaðist útsýni yfir himnaða fjöllin þverst og endilangt og lengdi mjög mikið þannig að það gerði okkur klifrið mjög auðveldara. Hins vegar var færið mjög þungt, það var brotaskari og laus snjór undir og mjög erfitt að tróða brautina. Það hefði enginn farið þarna í meira en mánuð þannig að við vorum fyrstu til þess að opna leiðina að nýju og það er alltaf þó nokkuð erfitt fyrir þá sem fara fyrst til að fyrsta lagi að velja leiðina og tróða förin. Í þeim á milli eru mjög erfið klettahöft sem er erfitt að komast vegna þess að menn sjá lítið niður fyrir fæturnar á sér út af súrefnistækjunum og brotarnir vilja skrippla á klettunum sem gerir mönnum mjög erfitt fyrir. Þegar við komum undir Suðurtind, það var töluvert bið þar. Þá færum við að fyllast þessum ótta við séum að missa af lestinni. Það er þessi eiginlega barátta að komast þangað upp. Alltaf baráttan við tímann og loksins þegar við komum þangað upp að sjá takmarkið, sjá tindinn, sjá hvað var stutt eftir og þá erum við að gera sér grein fyrir að þarna er þetta ekki aftur snúið. Þarna myndum við ná, þarna myndum við komast upp. Innan gæsalappa ekkert eftir nema hryggurinn milli Suðurtinds og toppsins sjálfs
En hann var nú reynda meiri hindrunum áttum von á fyrirfram. Þetta eggkvass snjórhyggur og var mjög hvasst þarna, að við hvesst aftur þegar fór að líða á daginn og var mjög hvasst og erfitt að fóta sig. Við þurftum að hafa allan varan á vegna þess að það eru lóðréttir klettaveggir til beggja handa, annars vegar niður til Kína og hins vegar niður til Nepal, 3000 metrar háir og enginn okkar vildi fara þar niður, þannig að við settum öryggið á oddinn og tókum okkar tíma í þetta. En það búið að hvessa þarna mjög mikið og svona á tímabili svona hvarflaði að okkur hvort að það geti virkilega verið að veðrið ætlaði að gera okkur enn eina skráfuna. Þegar við komum að Hillar í þrepinu að þá gengum við fram á lík. Það var óraunverulegt að horfa á þetta lík. Dauðinn svo nálægur í þessum háfjallamennsku og það var margir búin að farast og láta lífið og þetta hafði ekki mjög djúp áhrif á mann. Þetta skerti hins vegar hugsun þess að hættunar allstaðar fyrir hendi og maður var meðvitaður það að fara varlega, passa sig sérstaklega á niðurleiðinni. Við vorum komnir fyrir erfiðleikana, tæknilegu erfiðleikana og það var bara að koma sér áfram og það var bara spurning tímaspursmál hvenær það væri. Komaðum upp, smá sáum toppinn nálgast, söfnum svo saman þrír, þannig að rétt fyrir meðan toppinu fórum upp. Svo var svo mikið að gera toppnum, mann náði varla að njóta þess. Það voru allir svo utanvegis og eitthvað ranglæðir og það var ekki nokkurlega að fá neitt til að taka eggir eitt eða neitt. En þetta var ótrúlega góð tilfinning samt sem áður. Þannig að þetta er svona, maður er búin að stefna að og dreymum í mörg ár. Loksins þegar maður næri að klára þetta þá var þetta frábær tilfinning. Það var einkennileg sigurtilfinning sem að maður sem greip hann á toppnum. Við höfðum ekki sigrað fjallið í sjálfu sér, við höfðum sigrað sjálfu okkur. Þetta var mikil nautn og maður hafði heiminn að fótum sér og leið þannig í stutta stund. Þetta var tilfinning sem maður hefur aldrei upplifað áður. En samt sem áður, það er ekki fyrir núna löngu seinna sem maður fer að upplifa þessa tilfinningu og þetta er orðið miklu sterkar í manns huga heldur en það var þá. Björn er hérna þáttakandi númer 1 í freestyle rakarakeppni. So I'm trudging along and I'm heading towards the summit. I'm about 20 metres away from it. And then just suddenly my whole brain just went. I just didn't know what was happening. And I just fell down on my knees and I just sat there and sort of refused to move. And then it suddenly occurred to me that what was wrong was that my oxygen was out. So I called Lapagala over and he came in the oxygen tank and he sort of filled it up. And it was just like having a new lease of life. Suddenly I was sort of renewed. So the only thing I did was I turned round and started going down again. And he actually had to run after me, catch me, turn me round and head me to the summit. And I had to walk all the way up there and then have my photograph taken. But I was...